Ágætu Valsarar, hér erum við með tvo nýjustu leikmennina í meistaraflokki kvenna. Arna Sif og Elísa, verið velkomnar í Val. Takk fyrir það. Arna, ég ætla að fá að byrja aðeins á þér. Knattspyrnufélagið Valur á þessum tímapunkti á þínu ferli. Hvað svona það sem að heillar fyrst þú komin hingað? Þetta góð spurning. Þetta ótrúlega flottur klúbbur hefur alltaf verið. Valur kvennaboltinn hérna hefur alltaf verið bara mjög hár og kannski svona síðustu ár verið í smá lægð, en það sést bara þegar maður labbar inn að það á að fara að gera einhver hluti hérna og það er mikill svona, hvað segir maður, uppgangur í félaginu og ætla sér stóru hluti og það er svona sem að heillaði mest. Og einmitt, þú minnir strax á orðið uppgangur. Er það eitthvað svona sem þú bara skynjar strax? Já, það er bara eitthvað andrúmslofti hérna inni, maður finnur það er einhverju hlutir að fara að gerast hérna held ég. Elísa, saman til þín. Svona fyrsta tilfinning þegar ég segi Valur, við þig? Já, sama Arna segir. Ég bara skynjaði kraftinn einhvern veginn strax þegar ég heyrði Óla fyrsta skipti. Spennandi, mjög spennandi verkefni að rífa klúbbinn aftur upp á það level sem hann á að vera. Þetta er stór klúbbur og flottur klúbbur og hérna er hægt að gera margt og mikið og stór hluti. Þegar við náttúrulega séð það núna síðustu vikur og það hafa verið að koma sterkir leikmenn í félagið og er það kannski bæði leikmannahópurinn og eins og þú nefnir þess að þjálfara teymið svona eitthvað sem að svona er það fyrsta sem þið sjáuð sem er bara spennandi hérna? Já, klálega. Margrét Lára gefur náttúrulega klúbbnum örugglega mjög mikið. Mikil reynsla sem leikur þar á baki. Hún getur hjálpað ungum leikmönnum sem og eins og leikmönnum eins og mér og Örnu sem erum nú 24, 3 og eigum margt mikið inni. Mikil reynsla í henni sem kemur og síðan bara, Óli, líst vel á Óla, hann mikill kraftur og hann er spenntur og sem og við spenntar. Núna kemur kannski erfið spurning, ég ætla að biðja ykkur aðeins að lýsa ykkur sem leikmönnum inn á vellinum. Á hverju eiga kannski stuðningsmenn sem kannski hafa lítið sitt til ykkar, á hverju eiga þeir von á ykkur svona inn á vellinum, styrkleikar og svo fram sem byrja þér? Lýsa sjálfum sem leikmanni. Fyrst og fremst er ég bara hugafær. Ég hata að tapa. Ég er mikill sigur og ég vill vinna og ég er komin hingað til þess að vinna eitthvað og ég skynjaði það mitt líka bara að tala við þjálfarana að við ætlum að vinna eitthvað og ég er ótrúlega, myndi segja að mínir styrkleikar væri svona sem mjög sterk í loftinu og er líkamlega sterk og bara svona, þú veist, svona leiðtoga sem ég langar að, ég elska að hjálpa öðrum og gera allt sem ég get fyrir mitt lið. Ég held að það sé svona, þessi þetta sem að lýsa mér ágætlega. Elísa, saman til þín? Ég er fyrst og fremst mjög fysikal leikmaður. Get hlaupið mikið hlaupageta. Ég gef mikið af mér. Ég er sterkur karakter. Síðan held ég sé bara líka ágætt í fótbolta. Það hjálpar. Ég hef bætt mig mikið á síðustu 2 árum. Og ég held ég geti hjálpað Val. Sko, ykkar væntingar fyrir næsta tímabil. Núna sjáum við það eru sterkir leikmenn komnir, gott teymi og ég meina þeir eru að bætast í hópinn og að mynda virkilega sterkan leikmannahóp. Hvaða kröfur gerir þið bara á félag eins og Val? Er það bara toppurinn og ekkert annað fara í hver leik til að vinna og bara ákveðin standard og svo framvegis? Já, ég held að sé svoleiðis og ég held að, þú veist, það er bara allir sem er á sömu blaðsjó og hugsa það sama. Að koma liðinu á þann stað sem það var. Þetta var upp á sitt besta. Og ég held að ég held að við gerum klárlega bara kröfur til þess að vera þarna á toppnum. Einhver svona sérstök skilaboð til þeirra fjölmörgu stuðningsmanna sem eru orðnir hrikalega spenntir sérstaklega fyrir kvennaboltanum því að eins og þið vitið báðir, þetta var stórveldi hérna fyrir nokkrum árum, hefur legið smá út af aða. En svona hafið þið einhver skilaboð svona til stuðningsmanna sérstaklega? Bara, við vonumst náttúrulega til að sjá sem flesta og við ætlum allavega að gera allt sem við getum til að rífa klúbbinn upp og á bara þann stað sem hann á að vera og ég held að verði bara hrikalega gaman næsta sumar. Velkomin í Val, takk fyrir þetta. Takk. Ólafur, til hamingju með daginn. Þetta er stór dagur hérna í kvennaboltanum í Val. Það er klárt. Það er klárt. Þetta er gríðarlega stór dagur fyrir okkur og að fá 2 A-landsliðsleikmenn til okkar er náttúrulega bara frábært fyrir félagið og okkur og ótrúlega gaman að þær skyldu treysta okkur hérna, þjálfarateyminu, til þess að sinna þeim
Þegar þær eru með gríðarlega metnað og ætla sér helvíti hátt og það bara challenge fyrir okkur. Það er klart. Lýstu aðeins þessu leikmennum fyrir okkur Örnu og Elísu. Hvað komaði með inn í hópinn og svo framvegis? Það er svo margt maður. Það sem þær koma með það sem við fáum frá þeim er klárlega gæði knattspyrnulega séð. Líka koma þær með drifkraft, með metnað, markmið sem að mun fara alveg niður í 7. flokk, sem að mun bara berast niður í 7. flokk. Og það er það sem við erum að leita eftir í Valur, að fá alvöru leikmenn sem að geta kennt og verið fyrirmyndir fyrir alla yngri leikmenn og tala ekki að koma okkur nær dollinni. Margrét Lára, þú þekkir þessar tvær nokkuð vel og sérstaklega systurinn að sjálfsögðu. Hvernig er þessi dag bara fyrir þér að fá systurinn í klubbinn og hvernig líst þér á þetta bara fyrir spyrir hreint út? Bara mjög vel sko. Staðfesti það bara raun og veru að ég tók góða ákvörðun. Já. Þannig að mér líður ofsalega vel í hjartan í dag að fá þessar tvær. Og bara frábær dagur fyrir líka bara kvennaboltann í Val. Þetta mun gefa okkur alveg óbúslega mikið fyrir komandi tíma í boltanum. Hvernig týpur eru þessar tvær dömur? Lýstu þeim svona eins og ekki skafandi, bara láttu það flakka. Þær eru rauninni bara svolítið líkar. Þær eru óbúslega keppnismenn og báðar, ef ég maður rétt, fyrirlegar úr sínum liðum, Elsa IBF og Arna í Þór. Og það eitt og sér segir okkur það að við erum að fá gríðarlega stóra karakter. Stelpur sem eru tilbúin að leggja mikið á sig og eru með háleit markmið, eins og Óli sagði. Allir sem er komast til landslið og vilja veiða titla og þannig fólk viljum við hafa hjá okkur. Við viljum hafa sigurvegara og fólk sem er tilbúið að leggja á sig þá vinnu sem þarf til þess að ná árangri. Því að það er alveg slatta vinna sem þú þarft að leggja á þig. Það kemur ekki sjálf sér. Elísa, var mjög heillandi að þegar þú sást að stóra var komin í Val, hjálpaði það náttúrulega mikið til? Já, auðvitað. Náttúrulega bara forréttindi að fá að spila með henni. Hún hjálpaði mér mjög mikið og hún hefur hjálpað mér mjög mikið á síðasta ári og ég hlakka bara til að halda fram að vinna með henni. Hvernig líst þér á eins og þjálfaratíminn sem þú ert með við hliðina og leikmennina? Er þetta ekki bara svolítið spennandi tímar að koma núna inn í Val? Jú, klálega þetta er það. Þetta er eins og ég sagði áðan, maður finnur það bara einhvern veginn þegar maður kemur inn og bara fyrst þegar ég talaði við þjálfaratíminn, það er eitthvað að fara að gerast og það er ótrúlega mikið svona passion í þessu hjá þeim sem heillar mjög mikið. Og bara leikmannhópurinn, ég held að við séum komið með ansið flotta leikmannhóp. Bæði við erum með unga og efnilega leikmenn og leikmenn með ágætis reynslu. Þannig að ég held að þetta er bara ótrúlega spennandi. Jón Aðalsteinn, aðstoðarþjálfarinn okkar. Þetta er nú ekki amalegu leikmannahópur sem þið Óli eruð að fara að stýra. Hvernig bara líst þér á þetta svona þó að það sé ekki nema desember? Er þetta ekki bara spenntur að byrja að taka til starfa? Jú, ég held að það verði bara frábært í alla staði. En ég held að það sé bara rosalega mikilvægt að láta verkin tala samt. Alltaf að segjast, alltaf að vinna og allt það, en láta bara verkin tala númer 1 og öðrum, æfa vel og segja alla leiki, það er bara mjög einfalt. Segjum ykkur öll þrjú til hamingju daginn, þetta er stór dagur fyrir kvennafótboltann í dag. Takk fyrir.